Það afskaplega rík flóra af handverksfólki á Svalbarðsströnd. Þar eru margir að búa til vörur, hvort sem það skraut, nytjahlutir, eitthvað matarkyns, textílvörur eða bara eitthvað allt annað. Við vorum svo heppin að eiga leið á jólamarkað Kvenfélags Svalbarðsstrandar þar sem við gátum séð úrvalið á einum stað og náð tali af nokkrum dugnaðarfólkum. Hún Ragna Erlingsdóttir bauð upp á smakk af rabarbarasaftinu sínu og við trufluðum hana aðeins við afgreiðslustörfin. Hérna ert þú komið með vörurnar á jólamarkaðinn. Hvernig svona stemningin? Stemmingin fín hérna. Það hérna bara fleira fólk heldur en ofta áður. Og bara svona líka fleiri sölu aðilar og fjölbreyttara. Þannig þetta alltaf gaman að fara á markaði. Segð mér aðeins frá vörunum þínum. Ég með rabarbarasaft og ég með rabarbarahlaup og sultur. Og svo ég að gera kransa sem ég búin að vera að gera núna dálítið oft á haustin. Og ég hef verið að selja á svona jólamörku og svo ég svona fikra mig áfram með rabarbara núna líka, bara hafa hann með. Kannski svolítið ólíkt en það bara allt í lagi með þeim nógu stórt borð. Ertu ekki að rækta þennan rabarbara bara heima hjá þér? Bara heima hjá þér? Jú, sko ég með ég frá Þverá í Dalsmynni og ég fekk þar bróður minn og hans kona eftirlitu mér smá skika og ég setti niður fullt af rabarbara þar og hef þar líka vottað aðstöðu þannig ég get unnið þar úr rabarbaranum og þetta 3. sumarið sem ég hef verið að selja og reyna svona að fikra mig áfram með þetta en svo hef ég verið að fá líka rauðan rabarbara á Akureyri úr stórum garði sem alveg frábært. Hann svona skemmtilegri í saftinu, hún verður svona rauð og falleg. Við röltum áfram og skoðuðum. Það var mjög fjölbreytt úrval í boði og einstaklega skemmtileg stemning. Það má segja að það hafi örlað á því að jólaskapið fari að gera vart við sig. Ég komin hérna með Björn eldri og Björn yngri. Þeir eru að búa til ýmislegt úr tré. Sæll Björn. Blessuð. Og sæll Björn. Blessuð. Herðu, þú ert að búa til ýmislegt úr við og barnabarnið hjálpa til. Já, hann hjálpa mér að bera á þetta og ganga frá þessu fyrir markaðinn. Hvað þetta svona aðalega sem þið eruð að búa til? Við erum aðalega búið til bretti, bæði svona stór fyrir læri og svo ostabækbretti sem við erum með. Og finnst þið gaman að hjálpa afa? Já, svolítið. Hvað heldur að þið langir til þess að búa til eitthvað svona tré þegar þú er eldri? Já, örugglega. Hvað er þetta? Viljið þið segja mér hvað þetta er? Þetta er bara svona, þetta voru úr þessu bretti og síðan var það þetta hérna úr hinu. Svona. Já, ok, þetta er svona afskurður bara í rauninni? Já, afskurður bara. Og hvernig datt ykkur í hug að búa til svona listaverk úr því? Bara við sáum þetta bara og, já. Fannst þetta flott? Já. Barst þú á þennan? Nei, ekki. Er einhver hérna sem þú barst á? Já, ég held ég hafi bara öll nema þetta og kannski stóra bretti. Já, ok. Þetta er ósælega flott hjá ykkur. Gangi ykkur vel á markanum. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Tvíburarnir Bryndís og Hjördís Valtýsdætur voru með bása hlið við hlið og margt fallegt að sjá. Glerlist, prjónað jólaskraut og margt fleira og ekki leyndi sér að þarna voru hagleikskonur á ferð. Ég er hérna með gler og svo er ég með heklavörur. Svo er ég með hérna svona jólatré og einhverja trébakka. En þú, hvað er þú með? Ég er með, já, það er mikið svona ullarvörur, þæft úr ull. Og svo er ég náttúrulega smá svona prjónað jólatré sem ég er að gera og eins bara svona kransar svona sem ég er að föndra við fyrir jólin. Og þið eru báðar svona greinilega mjög flinkar í höndunum. Hafið þið alltaf verið svona mikið fyrir að föndra og búa eitthvað til? Já, svona frekar. Já, áhugamálið. Gerið þið eitthvað svona saman eða eru þið sín í hvora horni að græja?
Við erum svona sitt í hverju hotni en svona fáum álit hjá hver annari. Já, segir það sama. Eigið þið langt að sækja svona þennan áhuga á handverki og list og svona? Já, ég held að það séu bara ansi margir í okkar eitt sem hafa áhuga á svona föndri og handavinnu og mjög duglegar. Amma mjög virki þessu alveg fram á síðasta dag nánast. Þannig að ég held að það séu margir sem tengjast okkur. Það voru margir á markanum með ýmislegt á prjónunum en það má segja að Ólafur Ingi hafi bókstaflega haft margt litríkt á prjónunum undanfarið. Ólafur, þú ert hérna með glæsilegt samansafn af prjónuðum sokkum. Er þetta allt eftir þig sjálfan? Já, þetta er það. Hefurðu gaman að prjóna? Mjög gaman. Þetta drepur tíman. Hvað hefur verið lengi að prjóna? Já, móður mín kendi mér þetta þegar ég var bara krakki og ég hef alltaf haldið því við. Ertu mest í sokkum eða einhverju fleiru? Já, ég er nú mest í sokkum. Aðeins í vettlingum svona, en aðalega sokkum. Er eitthvað að ganga á þetta hjá þér? Já, smá lítið, það hefur farið svolítið að förum núna. Það er nú mjög gott þegar svona fyrir að vera kalt og koma jól að hafa góða sokka. Já, það er nauðsynlegt bara. Á jólamörkuðum sem þessum er kjörið að versla jólagjafir og ná sér í eitthvað einstakt í pakkana. Og í leiðinni að styðja við bakið á handverks- og listafólki. Gleðileg jól!